Það er bong og blíða hérna á KR-vellinum og aðstæður til knattspyrnuiðkunar virkilega góðar. Við ætlum að taka viðtal við aðstandendur liðanna og leikmenn. Síðan bara reynum við að finna eitthvað skemmtilega. Við erum hér með Guðmundar Elín Gunnarsson, líkasta liðsmann KR-inga, en hann kom á láni frá Gæs. Mummi, hvernig líst þér á sumarið og KR-liðið? Mér líst bara mjög vel á þetta. Búinn að mæta á 2 æfingar og þeir bara líta vel út. Jú. Maður er að koma nett heim frá þarna úti í Svíþjóð. Hvernig leitaði við þér? Já, þetta var náttúrulega erfitt sko. Að vera ekki að spila neitt og bara vera meiddur og eitthvað í ykkur leiðindu bara. Maður verður náttúrulega að spila eitthvað á árinu. Meiðsli styrkir reikningin að gefa þér svolítið? Jú. Já, ég var ekki bara það skiljur. Fyrst var ég ekki bara í byrjunarliðinu og síðan spilaði ég ykkur á 2 leiki og síðan meiddist ég okkar. En ég var ekki bakvörður nr. 1. Þannig að maður verður að komast í lið ykkur starf. Orðið þokkalegu núna? Já, ég er góður núna. Sko. Já. Hvernig líst þér á verður með móti Larissa eða? Já, ég held það allavega en náttúrulega ég veit ekki að það var eitthvað vesen með þetta Evrópudæmi, ég veit ekki hvernig reglurnar eru en síðan er það bara þjálfarinn að ákveða hvort við erum með ekki. Þakkum bara kærlega fyrir viðtalið. Takk sem vel. Við erum hér með Pétur Pétursson, aðstoðarþjálfari KR-inga. Pétur, það er gríðarlega gott veður og aðstæður allar með bestu. Hvernig leggst leikurinn í þig? Bara mjög vel, ég held að það getur verið mjög skemmtileg fótboltaleikur í dag. Við vonum það allavega. Aðstæður eins og segi frábærar, þannig að forsendur fyrir góðum leik eru allar. Já, svo náttúrulega Valur er ekki fjandinn mættir, þannig að ég get ekki ímyndað mér hana heldur en að verði svolítið læti í þessu leik í dag. Hvernig líst þér á að keppa við Atla á bekknum núna? Það er bara frábært að Atli sé komin heim aftur og alltaf gaman að Atla, bæði sem þjálfara og persónu. Það voru skakkaföll í síðasta leikjum móti Víði, Röggers er ekki með það og Stefán Logi í banni. Hver kemur inn í vörðunni Röggers? Bjarni dettur niður í vörðuna og Atli í markinu, þannig að þetta er bara allt í fínu standi. Jú. Hvernig upp á topp, hver er upp á topp saman? Bjöggi og Gummi Ben. Var þetta ekki bara sigur? Við ætlum okkur að vinna leikinn, það er alveg ljóst. Nú eru 12 stig í FH, þannig að sigur í dag er hrikalega mikilvægur. Já. Ég meina, allir sigrar eru góðir. Ég held að við þurfum alltaf að vinna leiki. Takk fyrir. Takk. Við erum hér með Atla Eðvarsson, fyrrverandi leikmann og þjálfara KR og eilíða KR-ing. Hvernig er tilfinningin að koma í Flóttaskjóli? Æðislegt. Síðast var ég hérna inn á vellinu sem stjórnaði, þá lyftum við bikarni hérna. Það hefur verið þokkaleg tilfinning eða ekki? Það var flott. Ég held að enginn gleymi því. Við hefum það spólu. Hvernig, nú varst þú gripið frá Þýskalandi, hvernig var staðan á Þýskalandi þegar Valur kom að málu við þig? Já, staðan var svo, ég var búinn að klára þarna þjálfaramenntuna úti, þýska þjálfaramenntuna, fútbollerir og var í vinnu á því að koma mér á framfæri. Þetta er bara, maður þarf að fara með gögn og sýna sig og sjá aðra og búa á svæðinu til þess að koma sér bara, verða kynntur og það var í fullum gangi og svo þegar þetta kemur upp að Valur kallar þá gríp ég tækifærið og hugsa næstu svona þjálfaraskipti, það er eiginlega búið að ráða í flesta stöður, skipti verða í september, október og eftir að búin að ráðfæra mig við mína menn þá ákváðu við bara kýla á þetta. Gaman líka að koma heim á loksins að fá að praktisera það sem maður er búin að læra. Og var eitthvað leikkominir í myndina eitthvað úti eða? Já, fullt, það var náttúrulega fullt, það var fullt verið að tala, verið að senda og kynna og það að spá fullt sem var ekki búið, sem gekk ekki upp og þessu, já, við erum meðan, við vitum af honum og svo það maður bara fylgja því eftir sko og þetta getur tekið mánuði, þetta getur jafnvel tekið ár og sumir komast aldrei. Fyrsta leikur á móti KA í bikar, vannst að lokum, hvernig, þú náttúrulega náði bara einn æfingu þennan leik, hvernig leist þér á liðið í þeim leik? Það er fullt sem að má bæta og ég sagði við þá sko að ok, við unnum núna en þegar álíður árið, við ættum að vera með stígandi alveg út síðsónið, ég er alveg viss um það. Þú búinn að ná svona eitthvað að þínum áherslum inn í vikunni fyrir leikinn í dag? Já, það eru sko, áherslurnar maður er komið með þær á, en svo þarf maður bara að gera það nógu oft og eins og var hérna á sínum tíma. Þegar við náðum að spila þær, þegar við náðum að leggja þær upp
æfa þær og því oftar sem við gerum þær, því betur við. Hvernig leggur leikinn upp í dag? Eitthvað sérstakt sem að þú ætlar að stoppa eða ætlar að leggja upp? Það nefnilega, ég var spurður hvernig ætlar að leggja upp. Ég veit ekki hvernig, ég þekki ekkert, ég er ekki búinn að horfa á þetta hérna yfir ár. Nei. Þannig að ég held að ég geti sagt það bara, styrkurinn sem að, eins og ég hef alltaf sagt, að ef við spilum okkar trompum, okkar styrk, þá munum hinliðin eigi erfiðleikum með okkur og ég vona að það gangi upp í dag. Valur miðdeildi töflunni, hvert er stefnan sett? Það er bara spurningum hvernig er þetta kippað inn í liðin, Ef við förum á rönn eftir eins og var það ekki 98 og var 50. og 7. sæti eftir fyrri umferð. Já, og svo komu 7 leikir í röð, 21 stig og hvernig úrslitaleiki deild. Þetta er svo fljótt að snúa, bara ef þú lendir inn í einhverju sveiflu, jákvæðri sveiflu og ef við náum því þá getum við farið í slegist Evrópukeppni. Bjóðum bara velkomin fólksskjólið. Takk fyrir það. Jæja, það þýðir ekki að gráta Björn bónda. Leikurinn fór 4-3, þessi leikur bauð upp á nánast allt sem fótboltaleikur getur búið upp á. 7 mörk, víti, rautt, en engin stig fyrir KR, þannig að það er bara að safna liðið og fara í Evrópukeppnina á 5. Við ætlum að reyna að grípa nokkra leikmenn og þjálfara liðana. Guðmundur Benediktsson, maður leiksins á KR-lúnum, þetta eru hrikalega svekkjandi úrslit í dag. Já, það er út að segja það. Það gerum 3 mörk á heimavelli og það á að duga til þess að vinna öll lið. Það er alveg ljóst, en við erum bara sofandi í varnarleik okkar í dag og tala ekki ef við ætlum að láta henda okkur út af hverjum leik, þá verður þetta alltaf erfitt. Komumst 2 yfir og jafna 2 fjárleikir. Það er frekar slakt svona á liðinu að detta svona niður eftir að komast yfir, en á ekki halda þig lengur en í 10 mínútur korter. Já, ég er alveg sammála því. Þetta virkaði á mig allavega eins og við heldum eitthvað að við erum betri en við erum. Þegar við vorum konur yfir þá ætlum við menn að fara að gera þetta erfiðara og flóknara og í staðinn fyrir að bara halda okkur áfram við okkar leikskipulag og gera þetta almennilega. En þegar menn fara út úr leikkerfinu og halda ekki stöðum og allt þetta ekki mennunum sína, þá býður við náttúrulega bara hættuna heim. Þegar boltinn fekk að rúlla í fyrri hálfleik þá sáum við það að við fengum sköpuðum færi og við vorum miklu betri á köflum, en þessi mörk voru svona ódýrari gerði en fannst manni. Já, við vorum með þá í pakkanum, svo maður voruð komast þarna fannst mér megin þóran í fyrri hálfleik, en við gefum þeim mark hérna eftir hornspyrnu og síðan annað mark hérna rétt fyrir hálfleik, þar sem að gefum þeim svona blóð á tennurnar að jafna rétt fyrir leikli en mér fannst við ennþá vera með þetta í leiklífinu, en síðan náttúrulega er Bjarni rekinn hann út af og þá erum við bara með kæruleysi líka og gefum þeim þetta, finnst mér, en skulum ekki taka neitt af þeim, þeir spiluðu vel líka og svona er þetta bara. Það þýðir ekki að vælið þessu, það leikur á 5. 12 stig F og er þetta ekki orðið frekar flókið eða svona erfitt að? Ég hef aldrei verið góður í starffræðinni, þannig að ég veit ekkert hvernig það stendur, en jú, það er, meðan hún vinnur ekki leikina þá er alveg ljóst, og FH vinnur sína leiki, þá er alveg ljóst að þeir ætla að vinna þetta. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find